Falsfréttir og falsvísindi eru hlutir sem snerta mig mjög sem vísindamann. Ég rannsaka meðal annars stofnfrumur, þannig að ég oft spurð út í rannsóknir sem að lofa kannski gull og grænu skógum, en eru í raun og veru falsvísindi þar sem að raunveruleika og svona hálfsannleik blandað saman á hátt sem að jafnvel vísindamaður sem sérhæfður í rannsóknum eins og þessum getur eiginlega ekki áttað sig á. Sumar falsfréttir eru vísvitandi ósannar, en aðrar eru bara vísvitandi villandi. Og ég held að þessi seinni tegund, að það miklu erfiðara að eiga við hana. Þannig að ég þurfti að koma mér upp svona ákveðnum aðferðum til þess að finna út hvað satt og hvað logið í þessum efnum. Falsfréttir eru notaðar til þess að villa fyrir fólki með ýmsum hætti og það kannski engin ein ástæða fyrir því að fólk notfæri sér þetta. En ég held að þetta hafi alltaf verið til, en við þurfum að vera flinkar í því að greina falsfréttir frá öðrum fréttum. Það versta við falsfréttir og falsvísindi að mínu mati að þau grafa undan trausti almennings á vísindin af því það orðið svo erfitt að átta sig á því hvað rétt og hvað rangt í þessum efnum. Falsfréttir eru hættulega fyrir lýðræði vegna þess að þá skortir okkur sameiginlegan upplýsingagrunn til þess að taka lýðræðislegar ákvarðanir.